when I'm nervous. I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone. And that's where I seem to mess up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts going, the words start flowing. But I never meant to hurt you. I know it's time that I learn to treat the people I love like. Nei, heyrðu, og Helgi. This is a lesson learned. I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one that's hurting, yeah. And I hate that I made you think that the trust we have is broken. So don't tell me you can't forgive me, 'cause nobody's perfect. No, 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 no. Nobody's perfect. Woo! Woo! Alveg geggjað. Hvað heitirðu? Viðja. Viðja, viltu koma í Team Unnsteinn? Please. Þetta var virkilega vel gert. Takk fyrir. Svala oft segir að hún snúi sér fyrst við, sko, hann leið hún og ég bara vissi að þetta væri eitthvað sem ég vildi, hann ítti svona sekundu bara út á eftir Svölu. Það var mjög vel gert hjá þér. Takk fyrir. Alveg frábært. En það sem ég langar að gera með þér, sko, ég sé alveg að þú gætir staðið í stafninum á Titanic og vindurinn kemur hérna aftur í, þú veist, áraður og skikkjan sveiflast hérna, þú veist, og þú bara stendur, þú veist, og verður sigurvegari í The Voice. Ótrúlega falleg rödd og bara flott lagaval, hentaði vel og bara þessar slaufur, þetta var óaðfinnanlegt hjá þér, fannst mér. Svo bara einmitt sneri mig við og þú bara glæsileg stelpa og bara svona með presens, skilur, og bara, mér finnst þetta í alvörunni bara svona fáar pröfur sem að ég hef fengið alveg gæsahúð alveg upp og það kom á nokkrum stöðum í þessum flutningi hjá þér. Takk fyrir og það. bara Team Salka alveg ógeðslega skemmtilegt tím. Ég vil bara standa aftur upp vegna þess að mér fannst þetta algjörlega geðveikt. Ég hitti strax á, þú ert bara, fyrir mér er þetta svona óuppgötuð popstjarna, sko. Þessi rödd getur farið óbáslega langt. Þetta er svona rödd sem að ég held að bara plötufyrirtæki myndu sæna þig on the spot því að þú ert bara með svo óbáslega unique sound og mér langar rosalega mikið að fá þig í liðið mitt. Þú myndir fá mig sem aðalþjálfara og Röggu Gísla sem aðstoðarþjálfara og við myndum sko vinna ótrúlega náið með þér og bara hjálpa þér að komast alla leið og ef ekki lengra en það. Vegna þess að þú ert algjörlega frábær og mér langar ógeðslega mikið að vinna með þér. Ertu sjálf að semja eða spilar á hljóðfæri? Ég spila á píanó og gítar. Já. Og síðan lærði ég einu svona harmonikku líka. Ég spila harmonikku! Við getum ekki duett. Við getum gert það. Það er ekki harmonikku keppni, sko, en já. Nei, ég meina við getum bara að segja að við getum tekið það saman. En ertu að semja tónlist? Bara fyrir sjálfa mig eiginlega. Já. Og viltu ekki semja fyrir fleiri? Í framtíðinni væri það gaman, sko. En ég þarf bara að fá æfingu í því. Ég get hjálpað þér með það. Þú getur komið á æfingu hjá mér. Ég get hjálpað við það líka. Sko, við getum náttúrulega væntanlega öll hjálpað með þetta allt saman. En bara til að benda það, sko, ég er búinn að eiga 5 hitlög á þessu ári. Í öðru lagi þá, sko, það að standa á sviðinu og gera lagið, sko, af því að þú ert með röddina og þú ert með allt sem þarf, þannig að það þarf að taka þetta lengra. Og þar held ég að ég komi sterkur inn. Og til þess að það sem að þú getur gert lagið að þínu og orðið eitt með laginu og textanum og túlkuninni á textanum. Og þarna held ég að ég komi sterkur inn og náttúrulega Team Helgi er þar af leiðandi mjög spennandi kostur. Ok, þetta er ógeðslega erfitt. Ég ætla að velja Unnsteinn.